sjá það allir vel og þá höldum við áfram frá því í gær og förum nánar inn í vitund mannsins. Næsta mynd hérna við vorum með uppsetningu á því hvernig samkvæmt lífsbyggilegum kenningum að við erum höfum þessa innri líkami sem eru æfingjarari og hér kemur það svolítið nákvæmara og hér efnislíkaminn sem við þekkjum náttúrulega og það þessi þéttu líkami sem við þekkjum. En svo tala líka dulspegin fíngerðari svona orkulíkama sem stendur fyrir orkuflæði sem kallar á ensku etheric dúpur sem mjög nátengdur fjarlíkamann. Nú svo kemur huglíkaminn, það var bara einn í gær en hér honum skipt í æðri manas, svo manas hugur og lægri manas. Hann meira ástríðu fullur en svo æðri manas, orsakalíkaminn og samkvæmt þessum kenningum þá það héðan sem lifir áfram milli jarðvistanna. Hitt hérna aftur verður eftir. Hérna uppsetning bara frá Theosophical Society út í heimi. Tók nokkrar slíka myndir, það eru svona myndrænar. Þetta náttúrulega eiginlega það sama. Nú, við dauðastundina segja þeir þegar sálin að þið vitið þetta allt saman, það er kannski gaman að sjá þessar myndir hérna að þá sjáum menn líf sitt fyrir sjónum sínum og það einkennlega þetta eins og tímalaust, þeir sjá einstök atvik mjög nákvæmlega en líka alla heildina. Nú, af því búinu þá losnar þessi svokallaði silfurþráður sem fyrir hérna aftan úr höfðinu og eins og við sjáum þarna og hann slitnar. Minnir svona vissuleyti á naflastrenginn, ekki satt? Svo þessi frægu göng sem talað þið munið þegar þið kannski út úr myndinni. Nei. Hérna komu bækur fyrir nokkrum árum eins og þetta Raymond Moody og fleiri upplifanir á dauðastund. Þá vakti athygli, það alltaf talað þennan túnnel eða göng sem menn fara í gegn, misjafna lýsingar á þeim sem yfirleitt með ljós á endanum og það vakti líka athygli að í tíbesku döðrabókinni fyrir mörg hundru árum þar einmitt farið nákvæmlega í þetta. Þeir tala líka þessi göng. Nú, eftir að þið farið þar í gegn, þá dvelur sálin í geðlíkama, eða ástarlíkamanum og fellur oft í svona ómitaðan svefn bara og hve lengi erfitt að segja, þannig að komin út úr tímanum þessu leyti. Nú, þegar hún vaknar, þá laðast hún af því sem hún gerði áður eðlilega. Það geta verið gróf eða fíngerðari áhugamál, eftir því hvaða persónuleiki á í hlut. Sumir segja að sálin sé vakandi mest allan tíma, aðrir segja að hún vakna ekki fyrr í svokölluðu sumarlandi. Ekki sumarlandi það sem að Þórberg kallaði bláeyjuna, það ekki sama? Ég held það. Eða Devachan, svo við kallaði það í sanskritinu. Þetta ekki raunverulega myndir síðan á því af astralsviðinu, ekki tekur hann. Þetta eru hugmyndir manna og lýsingar frá öðrum sem hafa upplifað þetta. Nú, það sagt að geðheimurinn sé mjög líkur efnisheiminum, eins og hafið heyrt menn fatt ekki að þeir eru komnir yfirum. Einhverjum tíma að skilja að þeir séu farnir yfirum. En hann fíngerðari. Og það þessi einkenni að ef maður hugsar eitthvað sterkt að þá verður það til, það myndast. En leið og einbeitingin hætti þá hverju hluturinn.
Nú svo er sagt að þeir sem eru farnir yfir, að það er erfitt fyrir að ná sambandi við okkur í daglegu ástandi, því að við erum upptekin við annað. En það er mjög algengt og talað og við sjáum það bara í öllum bókmenntum okkar, að þegar einhver sækir að einhverjum í draumi, menn koma sem eru framliðnir og eru með kannski skilaboð til einhverja aðila í gegnum draum. Og þannig er sagt að þeir geti helst samband við okkur. Nú, svo þegar sálin hefur heilsast og þroskast þarna, þá vaknar hann í enn fegurri heimi, sem stundum er, já, þetta er Sögunlandið fyrirgefðu, já. Og þar er hvorki böl né köl, og þar segja þeir rætast okkar heitur sem draumar. Nú, þegar menn eru komnir mjög hátt upp, að þá er spurning val. Flestir fara náttúrulega áfram bara í gegnum og fara svo hringinn og koma svo niður og fæðast aftur eftir þessum tíma. En þarna er líka val. Þetta er stofurni. Að það eru vissir einstaklingar sem að ákveða það að neita sér sem sagt að fara í paradís, heldur að snúa við og endurhólkast til öðrum til heilla, mannkynum til heilla. Og það er þetta svokallaða Bodhisattva fyrirbæri. Ég tók mynd hérna, þetta er einn þekktur Bodhisattva frá Tíbet. Nú, þetta er sem sagt gróf mynd af því hvernig menn fari í gegnum frá einu líkamann til annars og náttúrulega viðeigandi sviðum, og svo þegar hann kemur tilbaka þá fer hann úr aðri heimunum og smám saman niður í og fæðist aftur sem barn. En nú förum við nákvæmlega inn í þetta á eftir. Svo aðeins að skjóta inn, karma væri náttúrulega nóg í marga fyrirlestra. Það er svo mikið verk að færa í það. Og eiginlega mörguleyti er eitthvað að skilja það. En ég bara rétt rep á það hérna því það er í nánu tengslum alltaf við líf og dauða. Og eins og við vitum við uppskerum eins og við sáum og við berum ábyrgð á eigingjörðum fyrir sinna gæfu smíður. Við erum sem sagt hér að læra. Ég gat ekki staðið freistingar því að þessa mynd, hún er svo krúttleg. Hérna hundurinn að vera að lítið sterkur dúkkuna sína. Svo er það grínin uppi. Ef einhver kemur af svona, þetta er svona domino-effektið, það fer það allar leið, það verður að passa hvað er þetta stað. En svo er þetta eiginlega spurningin frjálsan vilja. Sumir segja að hann sé ekki og aðrir segja að hann sé. Þetta er líka efni í marga fyrirlestra í rauninni, en í einfalt sagt, ef að við höfum ekki val að gera hlutina, þá er náttúrulega ekki vit í neinni andlegri leit, vegna þess að þá er búið að ákveða allt fyrir okkur fyrir það. Við erum bara róbotar sem er búið að prógrammera og við bara gerum alls þar. Það er ekkert okkar eigin val. En samkvæmt lífsspekinni þá lítur þannig á að með gjörðum okkar þá búum við til ákveðið karma, þannig að það eru vissa línur fyrir framtíðina, en það hvernig við bregðumst við þegar við fáum aftur á okkur, þar kemur fram þessi frjálsi vilji. Svo að hann er ekki alger, en hann er innan vissra marka. Þannig að við getum breytt ef við erum ákveðin og förum að skilja hlutina betur. Ég setti þetta fram af því að þetta vakti svo mikla athygli á sínum tíma. Það var skemmtilegu viðburður. Dowding Lávarður, sjálfur yfirmaðurskálkur flugflota Breta í síðari heimsstyrjöld. Hann var kallaður á fund í Oxford þar sem átti að sæma hann og Eisenhower og
Montgomery Marskálk heiðurstitlum. En hann sagði bara því miður, ég er búinn að bóka mig með fyrirlestri hjá Guðsbyggjufélaginu í London. Svo sagði hann fór ekki. Þetta vakti alveg gríðarlega athygli. En hann hafði mikla trú á Andrew Holcomb og var mjög andlega sinnaður maður. Ég setti upp hérna lista á nokkur nöfnum, bara svo þið kannski þekkið þetta allt saman. En hérna eru sko, þessa menn vitum við náttúrulega sko, þeir voru með Andrew Holcomb inn í sínum kenningum. Goethe sömuleiðis, Benjamin Franklin, Tolstoy, hann var mikið inn í andlegum málum, Emerson skáldið og Whitman, Wordsworth, breska ljóðskáldið, Henry Thoreau og Gustav Jung náttúrulega, meira segja Napoleon, það er merkilegt. Edison, hann var nú einn af stofnendur þessa félags, hann var meðal stofnenda. Henry Ford, hann var mjög andlega sinnaður. Nietzsche, Patton hershöfðingi, hann er nú frægur fyrir ýmislegt sem hann segir frá. Schweitzer, meira segja. Voltaire, Balzac, Gauguin, Mondrian, Kandinsky, þessir listmálarar voru allir á kafi í að stúdera dulspeki á sínum tíma og guðspeki. Og James Joyce, Gustav Mahler, Wagner, fyrsta óperan skipt með þá dóu svo margir, þegar hann var ungur sko, samdan óperu, þá dóu svo margir að hann varð að láta á alla endurhokkast aftur inn í óperuna. Það var allir farnir. Sibelius, hann var þekktur fyrir áhuga sinn á guðspeki. Herbert von Karajan, hann sagði bara stutt fyrir þegar ég kem aftur. Það var mjög ákveðið með það. Sylvester Stallone, ég tók líka svona þekkt stjörnur með, sjálfur maður hleymi það ekki að náttúrulega allir. Já, svo má segja að alltaf menn hafa vitað þessar hugmyndir hafa verið upp í trúarbrögðum og ýmsum andlegum hreyfingum. En þetta var aldrei virkilega vísindalega rannsakað fyrir að Dr. Jan Stevenson kemur fram á sjónarsviðið. Og það kemur fyrst upp í, það voru 2 tilfelli sem hann sem geðlæknir var að meðhandla og hann gat ekki fundið orsök eða skýringu á kvillum þessara sjúklinga fyrir hann beitti dáleiðslu. Þá kom í ljós að þau orsakana var að rekja til fyrir jarðlífa. En rannsóknir hans fólu svo ekki í dásvefni, heldur fór hann að rannsaka helst fólk sem að telur sig muna fyrir líf. Og það er gaman, ég sé það í nýrri bók eftir mannans að hann nefnir að Dr. Erlendur Haraldsson sé einn af þeim fyrstu sem að sýndi honum opinberlega stuðning. Því að menn grettu sér náttúrulega yfir svona. Hefur stoppað andan. Það er einmíndaflýtið. Já. Bara hann, sko, þarna er einn af kollegum hans, yfirmaður geðdeildar í Pennsylvania. Hann segir Stevenson, hann er gagnrýnasti maður sem ég þekki, sem starfar á þessu sviði og þess á gætnasti ásamt hæfileika til að finna viðeigandi rannsóknar aðferðir. Svo var Dr. Harold Reeve sem skrifaði í þetta tímarit, Journal of Nervous Mental Disease, störf Stevenson. Annarkvort hafa honum orðið á herfileg mistök með breytingu á störfum sínum, því þetta var gífurlega djarft að hann var orðinn þekktur læknir og með að segja ekki formaður læknafélags um tíma að fara inn á þetta svið, menn getur álítið að hann hefði bara bilast. En hann segir að þetta gæti hafa verið herfileg mistök, sem sé að vera að rannsaka þessi tilfelli, eða að hans verði minnst sem Galileo 20. aldarinnar. Ég get ekki hugsað mér neitt betur til þess fallin að halda áfram leit mannsins að einhverju meiningu með tilveru sinni á þessari jörð. Hér er mynd af Stevenson og þetta eru bækur sem hann hefur samið, það eru marga fleiri reyndar.
þessi hérna 20 tilfelli eða 20 cases, hún kannski svo þekktasta. Og ég man því ég var að læra út í London, þá kom lítill bæklingur eftir hann. Þar var hann með 20 tilfelli, það var það fyrsta sem kom. Þetta verið svona 1960. Og hérna þá, en svo þegar hann var með fyrirlestur í London, 1996, þá var hann, eftir margar rannsóknir í mörg ár, hann var komið með 2500 tilfelli sem eru merkileg, sem sagt minningar fólks af fyrir. Það eru minningar bara alls allan heim. Það er ekkert endilega bundið við Indland eða Austurlönd. Þetta er líka Vesturlöndum, Bandaríkjunum, Alaska, Suður-Ameríku. Já, hérna ætla ég að segja frá þessum Tito Singh. Þetta eru tilfelli sem hafa komið fram hjá Stevenson. Hann fæddist í þorpi ekki langt frá Agra, þar sem að hann fræga musterið er. Og þegar hann var 20,5 árs, þá fer hann að segja við foreldra sína að hann sé ekkert þeirra sonur. Hann sé ekki það, en hann hefur búið í stærri borg. Og venjulega í svona tilvikum þá foreldrarnir líta á þetta bara sem einhverja ímyndanir krakkans og hætti þessu kjaftaði og svo framvegis. En hann söðar áfram og það verður til þess að hann gera langa stuð og sutta að þá faraði með hann til Agra. Hann var nú búinn að hitta eitthvað fólk þarna áður en hann var búinn að lýsa öllu sem að hann hafi verið gert áður. Verið að segja nafnið hans, ég var ekki nákvæmlega hvað það var, ég er með það hérna reyndar. En hann hafði rekið verslun í Agra sem var með svona elektrónískt tæki, seldi upptöku eins og, hvað er kallað, græjur og hérna var vel inn í alls konar svona elektrónískum tækjum. Og svo er farið með hann þangað og þegar hann kemur þar inn, þá segir hann að þetta og þetta er nú ekki eins og þegar ég var. Það reyndist rétt. Og svo segir hann að þegar hann var í fyrra lífi þarna, þá var hann eins og að taka vörur úr bíl fyrir utan verslunina. Þá er einhverjir glæpamenn þarna á ferli og hvort þeir ætlaðu að skjóta hann eða hann var einhverjir voðaskoti, en hann er skotinn inn í höfuðið. Og foreldrar hans, þegar hann var lítið barn og hárið var ekki farið að vaxa mikið, þau tóku eftir eftir biskúlu hérna á höfðinu á honum. Eða, nei, ég segi ekki biskúlu, þau vissi ekki hvað það var. Það var bara hérna á höfðinu á honum. Svo óks yfir það. Og hérna, í stuttu máli, hann þekkti nöfnin á fyrir konu sínu, Uma, hann kynntist henni þarna aftur og krakkarnir þeirra, þau reyndu að villa fyrir honum og settu upp stóran krakkahóp. Hann þekkti sína krakka út úr. Þarna þetta var strákur sem er svona 4 ára þegar hann kemur þarna. Og hann þekkir fyrir börn sín út úr stórum hópi barna. Og til að kóróna allt saman þá var athugað að vegna þess að þetta var, hann var drepinn þarna, þá var hann tekið inn á spítala og teknar röntgenmyndir af öllu saman. Og þeir báru saman röntgenmyndirnar á höfðinu á honum og honum sjálfum og skotsári var á nákvæmlega saman stað á röntgenmyndinni og honum sjálfum. Svo er til svona sem kallaði xenoglossi. Xeno þýðir framandi og gloss er tungumál. Það er að segja þeir sem að fara að tala allt í einu framandi tungumál sem að eiginlega er örmál að þeir kunna ekki í venjulegu ástandi. Og það er tvenns konar. Resitatív þá þýðir að viðkomandi hann talar eitthvað framandi tungumál en hann getur ekki rætt við einhvern á tungumálinu. Aftur responsive þá er það að hann getur rætt við viðkomandi á tungumálinu. Hér er til dæmis nefnd þessi dóttir þessa Linn
að hún og maðurinn hennar þau tóku eftir því að dóttir þeirra, þau vöknuðu miðjanótt, þá var hún að tala þegar þau koma þar inn í hennar barnaherbergi, að þá hún að tala á frönsku úr svefni. Þau kunnu ekki frönsku. Þetta gerðist nótt eftir nótt. Svo þau fengu frönsku kennarar, málakennarar, til að koma. Þau tóku upp það sem hún sagði á band og þau léku það fyrir frönsku kennara og spurði hvað hún væri að segja. Og hún sagði, hún eiginlega í örvinglun, sko, því að hún er að leita móður sinni, af því hún var drepin í síðustu heimsstyrjöld í Frakklandi og hún skilur ekki að hún þarna á einhverjum allöðinu stað sem hún þekkir engan. Og hún að leita að móður sinni. Og það það sem hún að tala. Svo allir þessi bandaríska kona hérna, gyðingaættum, að maður hennar, hann var læknir og einhverju hluta vegna þá var hann að leita við hennar dásefni og þá fer hún að tala sænsku sem var sænska sem var töluð í Svíþjóð fyrir 200 árum og hann var alltaf yfir sig hissa og hann fekk sérfræðinga í sænsku til að hlusta á hana. Það var fleiri en einn sem komu og höfðu mikla þekkingu á sænsku fyrir og síðar og þá staðfestu þeir að hún væri að tala sænsku sem var á fyrir 200 árum. Sem hefur þá verið íslenska frá? Það ekki bara. Nánast í. Svo hérna könnun bara allan heim. Það hafa verið gerðar kannanir, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Og þetta er svolítið merkilega þessi ferill. 1969 þá eru 20% af þeim sem haft samband við sem trúa á endurhólkun og sami fjöldi í Bandaríkjunum, 26 aftur í Kanada. Árið 1990 er þetta komið upp í 23 í Evrópu, upp í 26% í Bandaríkjunum og 31% í Kanada. Það er merkið að þeir eru alltaf þarna yfir. Það sé ekki Íslendingarnir, gæti svo. Nýjustu tölur, þá er þetta komið upp í 24 í Evrópu og 27 í Bandaríkjunum. Ef við tökum könnun Ellens Haraldssonar frá 1999 til 2002, þá voru 41% á Íslandi sem trúa á endurhólkun og 78% þeir trúa á lífið til döðs. Svo við erum náttúrulega hérna eftir svo venjulega. Það er eins og íslenskt. Já, ég vil vekja þessa bók sem á íslensku heitir Sýnir á dánarbeði. Ég vil bara nefna þessa bók vegna þess að ég man eftir sami frá því þegar voru að gera þessa rannsókn að þeir tóku úrtak í Bandaríkjunum og annars vegar og svo á Indlandi hins vegar þar sem gátu haft samband við fólk sem hafði sýnir á dánarbeði og þeir vildu bera saman hvað fólk sér og verður var við og upplifir og hvort að það er breyting eftir því hvort að bakgrunnurinn er í Bandaríkjunum sem er yfir kristinn og öðruvísi náttúrulega menning eða á Indlandi hvort það veri hindúismi eða búddismi. Og í grófum dráttum, ég segi það mjög gróft en það er rétt svona í aðalatriðum, að þá virðist það ekki breyta neinu hvort að menn eru á Indlandi eða Bandaríkjunum það sem menn upplifa virðist vera alltaf það sama. Nú förum við alltaf að hér koma aðferðir sem það sem er beitt ásvefni. Bara segja ykkur frá þessi Brian Weiss, þið þekki hann ekki, því að það er til bækur þýddar á íslensku. Og það sem að gerðist hjá honum, hann er að gyðingaættum og fór í gegnum góðan háskóla í Bandaríkjunum og var nú fyrst í skurðlækningum, fór svo yfir í geðlækningar og hann var að starfa þarna í Suðurríkjunum
og stóran spítala og það kemur til hans ung stúlka sem með vandamál en venjulegar aðferðir duga ekki. Hann hafði aldrei leitt hugan að fyrirbærinu endurhaldum en hann var alinn upp í allt öðrum geirar, gyðingdómi annars vegar og svo náttúrulega var hann í vísindahóp allan tíma og hugsaði eins og vísindamaður. En það sem kemur í ljós þarna að þegar hann rekur hennar ævi aftur í dáðsefni þá finnur hann ekki neina orsök í hennar núverandi lífi nema það hann hafi verið misnotuð sem mjög ung en það breytti engu. Svo biður hann hana hvort hún geti ekki fundið ástæðuna fyrir því að hún þjáist að því sem að hún þjáist að martröðum, innilokunarkennd, mikilli hræðslu við vatn og svo framvegis. Þá bara fer hún að tala eins og persóna í öðru lífi. Og það er til heil bók sem að þið þekkið líklega þar sem að þessi saga er rakin. Svo er annar maður sem heitir Dr. Michael Newton. Það var sama með hann. Hann var bara venjulegur sálfræðingur, búinn að starfa í mörg ár og hugsaði mjög svipað og Dr. Brian Weiss. Svo kemur til hans ungur maður og hann þjáðist af verki í brjóstinu og var búinn að fara til margra lækna og til að gera langa stutta að þá segir síðasti læknir að meðan þetta hlýtur að vera eitthvað sálrænt. Við finnum ekkert, allar rannsóknir benda það er ekkert að finna þarna. Og þá fer hann til Newton sem hefði getað farið til einhvers annars. En þegar hann fer til hans, þá beitir hann venjulegum aðferðum, alveg eins og Brian Weiss gerði. Og það enda með því að hann segir í dáðsefni, geturðu nokkuð farið að þeirri orsök sem að hefur, sem að veldur þessum verk sem hún er með. Þá er hann allt í einu talar sem hermaður fyrir heimsstyrjöld. Hann er í Skortröf í Frakklandi og Newton verður náttúrulega yfir sig hissa, hafði ekki að hugsa út í þennan möguleika, en er samt það klár að hann hugsa sér að skrá þetta niður strax. Svo hann spyr hann í dáðsefnum, hvað heitirðu? Hvað hefur sérðu númerið á búningnum þínum sem hermaður? Hvar ertu? Hvaða dagur er? Og svo framvegis. Þegar hann er að rekja allar þessar upplýsingar, þá allt í einu öskrar hann upp í svefninum og þá er það Þjóðverji sem kemur og rekur hann í gegn með byssusting. Það er orsökin sem sagt. Daginn eftir fer hann og hefur samband við hermannaráðuneytið í Bretlandi og leitar að skrá yfir alla hermenn og eftir nokkur símtöl þá kemst hann inn á skrá yfir alla hermenn í fyrri heimsstyrjöld og þegar hann ber saman þau finna nafnið hans og allir punktarnir sem hann gaf í dáðsefni reynsust rétti. Svo þetta var til þess að hann fór að veita þessum meira athygli. Og þessi Newton, ég tek hann fyrir af því að flestir þekkja líklega Brian Weiss. En hann er svolítið öðruvísi að því leyti að hann hefur einbeitt sér að því sem hann kallar lífið milli lífana. Og það sem kemur fram í hans dáðsefni, altså við sína sjúklinga eða þegar sem leita til hans, að þá er prósessin yfirleitt að þeir finna að þeir svífa upp úr líkamanum, svo sjáum að myndinni þarna áðan. Þeir fara í gegnum göngin, sem við sjáum áðan, og við tekur svo fagurt umhverfi og þeir tala oft tilfinningu fyrir kærleika og mikil eftirvænting svona í loftinu. Sálin er mjög undrandi og finnst einhvern veginn hún sé að koma heim. Hún fer inn á andlega sviðið og hún finnur þarna hús með húsgögnum svo framvegis og sér fallegt landslag, akra, blóm og turn í fjarska og svo framvegis.
En fyrir en seinna þá hitta þeir sem kalla sinn leiðbeinanda, sem við myndum kalla það verndarengil eða jafnvel meistara. Nú, mjög fljótlega, þá voru ég að taka saman bara heildina úr öllu þessum viðtölum. Og þá það að sálin hittir oftast ættingja og vini. Í framhaldi af því oftast fer viðkomandi inn í einhvers konar læknastöð, þar sem farið yfir þeirra ástand þeirra og gefnar ýmsar upplýsingar frá framvegis. En svo kemur eiginlega hjá öllum sem hann hefur, þá kemur þetta hérna fyrir. Að menn fyrir að seinna, þeir eru leiddir inn í einhvers konar stofnun, þar sem fyrir mjög háandlegar verur sem sitja við borð. Og það segja allir, það ekkert óþægilegt við það, þetta ekki yfirheysla 3. gráðu eða neitt slíkt. En það rætt við þá og það verið að tala við þá hvað þeir hafa verið að fara í gegnum og hvað þeir hafi lært af því og svo framvegis. Og síðan þá farið með þá í einhvers konar stóra umferðarstöð og þar hitta þeir fleiri ættingja og síðan þeir leiddir að sem kalla nýtt heimili og yfirleitt þá þekkja menn þetta heimili því að þeir hafa búið þarna áður. Það að segja á lífinu milli lífana. Og þá hitta þeir á vini, ekki frá venjulegu jarðlífi, heldur vini sem þeir hafa hitt á þessu sviði sem á milli lífana. Og svo kynnast þeir og hitta eðlilega andlega skyldar sálir og það virðist vera mikið það að bara eins og við gerum hér að menn koma saman í hópum þegar eiga ýmsa hluti sameiginlega og við getum verið líklega staðfesting af því hérna. Nú, svo talað að tíminn þarna getur verið allt frá bara nokkrum dögum upp í fleiri ár og það eftir hverjum komið. En það kemur að því að menn verða uppfyllir og vilja fara sem reynslu. Þetta bara eðli sem kemur upp að menn vilja fara og kynnast fleirum. Og þá spyrjaði menn sig, ég tilbúinn? Og hvað það sem ég þarf að læra? Nú, það kemur fram í dagsafni að sé einhvers konar undirbúnings, þetta kemur fram hjá mjög mörgum, að þeir fara inn í einhvers konar stofnun, þar sem að þeir fá leiðbeiningar hvað þeir hafa verið að fara í gegnum og hvað er framöndan. Og það mikil áhersla lögð á það að menn eru að þjálfa, sem sagt að bregðast við sínu karma á jákvæðan hátt. Þannig að þarna hafa menn val, sem sagt. Og þarna eru, sem sagt, ráðgjafar sem að leiðbeina hverjum og einum. Og menn geta virðist vera valið, náttúrulega menn velja ekki kannski ég ætla að vera kóngurinn í einhverju ríki, því það er karma náttúrulega, við höfum mismunandi innistæður í þessum karma banka þetta. Ég ætla rétt að nefna í lokin hérna með þetta, svo þetta sé ekki bara einhvers konar ímyndun upp úr dagsefni. Þessi tælensku börn voru í rannsókn Dr. Stevensons. Þetta er með svona síðustu tilfellum sem að koma upp í honum. Að þá, hann er með hópa á ýmsum stöðum á jörðinni sem að fylgjast með það sem að þið finna tilfelli af börnum og það er líka fullorðnir en oftast börn sem að muna fyrir líf. Og þetta tilfelli hérna eru nokkur tælensk börn á nokkru stöðum í Tælandi. Það er engin tengsl á milli þeirra. En þau segja öll það sama, eða mjög svipað reynslu.
þau muna eftir því að þau hafa verið í einhvers konar svona búðum og eru að fara að fæðast aftur. Og þau tala mjög háleitar verur sem er í kringum þar, svona leiðbeinendur, í hvítum kuplum, hvítum skikkjum. Það er dálítið merkilegt vegna í Tælandi, sko, okkur finnst það kannski eðlilegt. En í Tælandi er búddamunkar og andlegir menn, þeir eru yfirleitt í safrangulum kuplum en ekki hvítum. Það þekkist ekki. Það er alltaf í gulum eða gulrauðleitum. En og þetta kemur fram hjá öllu þessum mismunandi hópum, nákvæmlega sams konar lýsing. Svo er eitt sem ég gat nú ekki annað en brosa út í hana, að þau segja að áður en þau fara áfram, þá er þeim boðið upp á að drekka ávaxtasafa. Það er hinn frægi óminnistyrkur. Þess vegna, ef maður þiggur hann, þið munið það bara ef þetta kemur að þessu. Ef þið þiggið þennan drykk, þá munið þið ekki eftir fyrirgerast. En ef þið afþakkið bara kurteislega, þá er miklu meiri líkur að menn, enda þessi krakkar, þau þiggu ekki þennan drykk og þau hafa þessa minningu. Þetta það sem fór til mér mjög athyglisvert líka vegna þess að ég hafði verið að grufla í frumkristni skjölum frá Nag Hammadi skjölunum og það er ein bók þar sem er lýsing frá höfundi sem er samtíma Jesús. Þetta er mjög merkileg bók, Pistis Sophia og þar aftarlega í bókinni þar situr Jesús með sínu lærisveinum og María Magdalena er þarna. Hún er að tala svolítið mikið en Pétur, apostoli, hann fer til Jesú og svona segir við getum við látið þessa konu, hún talar svo mikið hún getur ekki verið að ráða yfir okkur Og Jesús skammar hann bara og segir hver sá sem hefur eitthvað að segja hér, hann fær að segja það nákvæmlega hvort sem það karlmaður eða kvenna. Og hann var að hlýta því. Svo í sama kvöld þarna, þá einn af lærisveinunum, hann spyr Jesús, segðu mér, maður sem hefur hagað sér svona sem hann nefnir, hvernig verður hann í næsta lífi? Og Jesús svarar því bara nákvæmlega. Svo tók hann eitthvað annað tilfelli, hvernig myndi verða hjá honum þegar hann fæði svo aftur. Sem sagt, þarna er heimild sem kirkjan hefur ekkert komið með fulltana í og sem sagt staðfestir að þarna var endurhálkun bara sjálfsagður. En það sem, það sem ég ætlaði ástæðan ég sagði þetta var svo að hann sagði við einhvern mann sem hafði hagað sér mjög vel að hann mun ekki drekka óvinnisdrykkinn, segir Jesús. Og hann mun muna áfram í sínu næsta lífi. Hann segir það bara. Nú, þá er spurningin, er nokkuð að marka þetta allt saman? Það hljómar ansi vel. Nú, dulvitundin, segja sálfræðingar, geymir allt minni. Og í dásefni er unnt að vekja upp dulvita minni. Það er nú ástæðan til nota dásefni. Þá er spurningin, bætist ímyndarafl við og býr til ýmislegt sem er ekki raunhæft. Það er spurningin. Nú er ég engin expert, ég er bara að skoða þetta eins og hver annar, en ég sé það að þeir sem koma til forsíðunnar Dr. Weiss eða Newtons og fara aftur í tímann í dásefni, nokkuð sem þeir kalla núna regressum, þeir koma frá ýmsum fylkjum Bandaríkjanna með mjög mismunandi bakgrunn, bæði menningarlega, trúarlega, en líka frá öðrum heimsálfum og með ólíka menningu, trúarlegan bakgrunn og það sem þeir eru að lýsa er ávallt hið sama. Það er mjög merkilegt. Þetta eru mjög ólíkir einstaklingar en þeir virðast allir fara inn á sama veruleika. Og ég get nefnt að frá þessum Newton hérna,
að þjálfa marga sálfræðinga í að hvernig þeir beita dásefni, því þetta er svolítið kunst að hvernig menn meðhöndla sjúklinga í dásefni. Og það eru komnir ansi margir núna í heiminum sem að starfa út frá hans vegum eða sjálfstæður. Og það er eiginlega allan heim. Ástralíu, Afríku, Evrópu, Bandaríkjunum. Og ég keypti bók sem er samansafn af reynslu margra þessara sálfræðinga. Og ég er svo mikið tómas í mér að ég grunaði að það væri eitthvað svindl í gangi, fyrirgefðu. En ég fletti upp á netinu hverjum einasta manni og þetta er allt raunverulegt fólk. Og ég fekk alveg sögu hvers og eins þeir eru að starfa út í heimi. Þetta er ekki tilbúningur sem sagt. Nú, svo má bæta við að í rannsóknum erlends og Karls og Sís að þá, sem sagt, eins og við sögðum áðan, þá virðist ólíkur menningarlegur bakgrunnur ekki breyta. Nú, svo er líka það mikilvægasta að það er þetta nr. 6, að ef hægt er að sannreyna það sem kemur fram í dásefni fyrir lífi, að það er ekki alltaf hægt, en það hafa komið þannig dæmi upp og það hefur verið staðfest í veruleikanum. Og svo kemur hann Jim Tucker, sem er eiginlega eftirmaður og hefur haldið áfram fyrir utan Ernest sjálfan. Og þetta er hann. Þetta er svona nýjasta bókin á þessu sviði, ég segja. Og sko, Stevenson, hann var ekki alveg á því að taka of alvarlega allt sem kemur í dásefni. En þessi Jim Tucker, hann hefur verið að gera framhaldsrannsóknir sem eru afar merkilegar og hefur sérstaklega einbeitt sér að rannsóknum á fæðingarblöðum. Það er töluvert mikið það. Já, það séu okkur aðeins frá munið þessi nafn Fyrst ætla ég að taka tilfelli sem að reyndar hann gerði ekki heldur erlend, þeir hafa unnið saman. Hér er tilfelli sem erlendur stúderaði og það er þessi Purnima Ekanyaki á Sri Lanka. Hún þegar hún fæddist, þá tóku foreldrarnir eftir að hún var með hvíta bletti á vinstri brjóstinu, niður eftir líkamanum. Og hún fór bara þegar hún var 20 og hálfs, þá fer hún að tala um fyrra líf og segist hafa búið einhvers staðar annars staðar. Og þegar hún er 4 ára, þá fara foreldrar hennar með hana í að Buddha musteri sem var 145 mílur í burtu og hún virtist kannast við staðinn. Og hún sagði þegar þau voru í þessu klaustri að hún hefði búið í fyrramýri, það var á þarna rétt við musterið og hún hefði búið á þorpi þarna hinum með við ána. Þegar hún var 6 ára gömul, þá er hún búin að nefna 20 staðreyndir eða 20 atriði fyrra líf sem að kom í ljós seinna þegar erlendur að skoða þetta sem að reynast rétt. Og hún sagði að hún hefði verið búið þarna hinn við ána og hún hefði framleitt reykelsi. Og þetta voru tegundir af reykelsi sem að foreldrar hennar konnuðust ekkert við. Og þau hétu Ambika og kínversk kona og nafnina hefði verið Kim Lan. Og hún hefði búið þarna í klaustrinu í kofa með búddískri nunnu. Það var grænn kofi, segir hún.
Og er hún bara eins og hálsáls eða eitthvað múlis, eða 14 Þegar þetta er, sko, er hún bara, já. Er hún bara En að svo slaka? fer hún aðeins eldri, þá fer hún með hann, sko, það kemur hérna á eftir, Já, að, en svo hafði hún verið flæmd frá klaustrinu og bjó á öðrum stað. Og þar virðist hún hafa kynnst manni og hún átti eina dóttur. En sem sagt, þegar hún dó, þá var hún ekki sátt við það að ösku hennar hafði ekki verið, hún hafði ekki verið grafin eins og hún bað heldur dreift, sko. Nú, faðir hennar, hann kannast ekki við neina konu með þessu nafni. Þegar hún er 20 ára, fer hann aftur með henni að klaustrinu. Og þegar þau ganga fram hjá hópi af búddískum nunnum, þá virtist Ratana þekkja eina nunna og hún kallar á hana Mei Chan, en hún svaraði ekki. En hún sagði föður sínum að hérna, þær hefðu búið saman. Þegar faðirinn áttur fólk í klaustrið nokkrum dögum seinna, hafði hann upp á þessari konu og sagði henni frá því sem að dóttir hans var að segja. Og hún staðfesti að allt atriðin sem hún nefndi voru rétt. En svo komst hann að því að dóttir hennar, hún hafði ekki getað grafið öskuna vegna þess að það var undir svona bótré sem var þarna. Að ræturnar voru svo erfiðar að það var ekki hægt að grafa niður þar, sko. Þess að hún varð að leyfa það ráð að dreifa öskunum. Já, en þetta er sem sagt, svo tók ég með hérna eftir margar bækur á þessu síði. Það er ein bók eftir konu úr Guðsbyggjufélaginu í Bandaríkjunum, það sé Pasadena álmunni sem að þeir hafa mjög góða bækur. Þessi kona Sylvia Cranston, hún skrifaði þessa síðustu ævisögu Blavatsky sem ég notaði mikið fyrsta fyrirlesturinn hérna. Hún er miklu ítarlegri en aðrar ævisögur og margir nýjir hlutir sem koma inn í hana. En hún varði 14 árum í að koma þessu saman hérna. Þetta er mesta yfirgripsmesta bók sem ég hef séð. Þetta er endurhómsum tekin frá öllum hugsanlegum sjónarhóttum. Það er frá trúarlegu, það er frá vísindalegu, það er jafnvel frá umhverfis, því að ef menn trúa á endurhólkun, þá náttúrulega fara þeir vel með jörðina því að þeir vil ekki koma hérna aftur í drasli. Við berum ábyrgð á allt í lagi hérna. En ef við trúum ekki á þetta, þá er okkur alveg saman alltaf, breytir einhver. Svo að þetta gefur vissa ábyrgð. En þetta er bók sem er til á netinu, heitir bara Reincarnation og það er eftir Sylvia Cranston og Carey Williams. Og þessi Cranston var að nefna í leiðinni upp á viðurkenningu að hún var tvívegis boðið að halda fyrirlestra í Harvard háskólanum í Bandaríkjunum sem var nú kannski þessi fínasti og hérna, en þeir eru svona lýsinir að hún hefur haldið tvívegis fyrirlestra rannsóknir sínar á þessu síðu. Já, þá held ég sé komin.